Þá skulum við kíkja á útfærslu hérna á Q og það sem við erum að gefa hér ekki ósvipað því sem við vorum að gefa fyrir stafla síðast. Það er að segja, til dæmis þessi hérna klasi Node, hann algjörlega óbreyttur. Þannig við getum notað hérna Node á ýmsum stöðum, hvað sem við erum með hérna, tengdalista eða stafla eða bifröð, enda erum við svo sem að nota, þetta allt útfært sem tengdalistar, þannig að það kemur ekki óvart. Þannig við ættum ekki að þurfa að eyða einn tíma í þetta Node.h, Q.h, kíkjum aðeins á það. Aftur erum að ræða sniðmátsklasa og við erum með hérna smiðin Q, við erum með afritatökusmiðin líka, copy constructor, þannig að við þurfum að útfæra hann líka. Og við erum með eyði, síðan erum við hér með fall sem að ég held við erum ekki verið með í staflanum, það er að segja stærð, það er að segja það er mjög eðlilegt að vilja spyrja bara bifreiðina, hvað eru margir í henni, þannig að þetta skilar okkur stærðin á henni að fjölda staka. Við erum með empty fall sem að segja til hvort að bifreiðin sé tóm eða ekki. Við erum með þetta add-fall þarna, eða það sem hefur líka verið kallað NQ, já, sem að bætir staki við að aftan. Við erum með fallið remove sem einmitt skilar hérna stakinu sem við erum að fjarlægja. Og hérna er einmitt þetta fall get front hérna sem að skilar the front node. Þau sjáum hérna verið að skila raunverulega hnútnum sem að inniheldur stakið sem að fremst í bifreiðinni. Annar möguleiki væri sá að get front myndi bara skila sjálfu stakinu. En það skiptir kannski ekki öllu máli. Hér það að skila hnútnum, en það gæti verið að skila stakinu sjálfum. Síðan erum við hér með reynda nýtt. Hvað þetta hérna? Þetta overload á hverju og saman sem virkjanum, sem sagt á assignment operator. Og þá kemur kannski næsta spurning. Af hverju þarf það? Það ekki eftir að við vorum ekki með þennan operator síðast, en það var ekki vegna þess að hann þurfti ekki. Það var bara vegna þess að ég vildi ekki við tækjum of mikið í einu, þá vorum við að fjalla copy constructor. Núna bætist við umfjöllun assignment operatorinn. Af hverju þarf hann yfir höfuð? Í hvaða tilvikum þarf assignment operator overloading og svarið við því það sama og við copy constructor. Nei, ekki endilega. Það ekki forsenda fyrir ég þurfa að vera með einhverja reikniaðgerðir. Að destructorum virkir rétt. Nei, ég myndi ekki heldur fallast að það. Ég gæti verið með, ég gæti skrifa algjörlega valið eyði án þess að vera með assignment virkjan, overloadaðan. Þú ert kannski með einhverja bifreið sem með eitthvað gildi, en núna viltu að taka eitthvað annað gildi. Já, það er að segja sko, það sem ég vil geta gert það sem í hvað, main.cpp, einhvers staðar hér, sjáum við hérna, Q1 saman sem Q2. Þess að ég vil geta assigna einni bifreið yfir á aðra. En það svarar samt ekki alveg spurningunni, af hverju þarf ég að overloada þennan operator? Þetta þú ert að eyða dróttin sem var í áður og svo assigna við eitthvað annað. Jú, það að hluta til rétta svarið, sko, að það að gera Q1 saman sem Q2 hérna, ef við hugsum bara hver merkingin í þessu, já, það gæti verið eitthvað í Q1 fyrir og það enda að sjá við þá eftir, en við ætlum algjörlega að ignora það og setja í Q1 bifreiðina allt það sem í Q2. En það sem við þurfum að passa okkur á þar hvað? Já, þetta að ná akkurat og við séum að afrita gögnin en ekki bara bendana, sem akkurat það sama og við vorum að tala þegar við vorum að tala copy constructor. Það ekki? Við þurfum að koma í veg fyrir það að við værum að afrita sama minnisvæði vegna þess að við vildum ekki að staflarnir okkar tveir þá, þegar við vorum að tala stafla,
bentu á sama minnisvæði. Þegar við breyttum öðru staflanum þá áttu ekki að hafa áhrif á hinn. Og það nákvæmlega sama gildir assignment operator. Og þá komum við að því sem ég var að reyna að fiska það í hvaða tilvikum þurfum við að útfæra eyði, copy constructor og assignment operator. Þegar við erum með já, þegar við úthlutum minni á kviklegan hátt, þá þurfum við að útfæra þessa þrjá virkja. Ekki þrjá virkja, þessi þrjú föll raunverulega. Og við getum líka að segja þannig, ef ég þarf að útfæra copy constructor, þá þarf ég líka að útfæra assignment virkjan, ef ég vil á annað borð að hann virki rétt. Þess að sjáu það sko, það ekki sem stoppar af að segja Q1 saman sem Q2 þó svo að þessi sé ekki útfærður. Það nákvæmlega sama og við tölum síðast að ef við útfærum ekki copy constructor þá það þýðandinn sem býr hann til. Það sama hér, ef við útfærum ekki assignment virkjan þá það verulega þýðandinn sem útfærir hann og hvað gerir hann? Hann bara kópirar þessa tvo benda hérna. Hann ekkert að velta sér upp úr því hvort það búið að úthluta þessum bendum einhver minni á kviklegan hátt. Og þar með myndum við vera með í þessu dæmi Q1 og Q2 hér, þau væri að benda á sama minnisvæði, semst front- og backbendarnir þar, sem ekki gott. Það þess vegna sem við þurfum þetta. Þannig góð regla að hugsa bara, ef ég þarf að annað borð að útfæra copy constructor, þá þarf ég að útfæra assignment virkjan líka og eyði. Ef ég þarf að útfæra eyði yfir höfuð, vegna þess að eyðir á að skila sko minni tilbaka, en eyði skila bara minni tilbaka sem við höfum sjálf úthlutað á kviklegan hátt. Þannig að ef ég þarf að útfæra eyði, þá þarf ég að útfæra hina tvo. Og gildi sami í hinn áttina. Ef ég þarf að útfæra assignment virkja, þá þarf ég að útfæra hina tvo líka, eyðin og copy constructor. Þess vegna talað um að þetta sé, hvað var orðalagið, hinn heilaga þrenning eða eitthvað svoleiðis. Þessa þrjá virkja sko. Þeir eiga alveg saman sko. Já. Já. Spurningin af hverju bara einn parameter hérna í assignment virkjan. Og kannski tengt þessu, hvaða parameter þetta? Ef maður hugsar þessa setningu hér. Þetta Q2. Þetta Q2, en hvað þá Q1? Það sem á fallið. Við athugum að þetta meðlimafall. Þetta ekki frend, þetta meðlimafall sem tekur þá inn það sem hægra megin við jafnaðarmerkið, við gildisveitingavirkjan, það sem vinstra megin bara akkurat það objekt sem við erum með í höndunum, sem Q1 þá. En við kannski skoðum það aðeins betur líka eftir. Ok, kíkjum þá bara á hvað það sem við þurfum að gera hérna. Já, ég var nú ekki búin að nefna það, jú, ég var búin að nefna það var ekki. Hérna eru sem sagt tveir bendar front og back sem rýma við þessu umfjöllun okkar áðan og svo reyndar hjálparföll hérna, init, remove all og add all sem við kannski áttum okkur á smá saman hvað eiga að gera. En byrjum bara hérna, hvað það sem að konstruktorinn á að gera? Búa til hendur bakka, ekki? Jú, gefa front og back gildi og einhver nefndi, já, kalla á init. Já, við gætum gert það, ef við kallum á init hér, þá init einhver staðar skilgreint hérna og það væri kannski dæmigert verkefni fyrir init að segja bara front saman sem null og back saman sem null, eða ekki? Þetta sem initialization, gefur þessum tveimur bendum einhver uppaskildi sem í þessu tilviki eru null. Og hver merkingin í því? Hvað þýðir að þessi tveir bendar eru null? Það ekki listi til en Já, því að biðröðin tóm. Það þýðir það bara að front, og bæði front og back benda á null og þar með eru engin hnútar í þessari biðröð. Þannig að það var nú einfalt. Býðum aðeins með hérna copy constructor og assignment operator.
Destructorinn, hvað ætti hann að gera? Kalla á remove all. Það logískt. Fyrst á að við erum að annað borð með fall sem heitir remove all, þá mjög líklegt að eyðurinn eigi að kalla á það. Það líka svona gefur til kynna, fyrst við erum með það sem sér fall, að við getum endurnýtt einhvers staðar annars staðar. Þá er spurningin hvað á remove all að gera? Delete öllu, já. Fjarlægja allan hnúta í biðröðinni. Þá komum við eiginlega aftur að þessu já, front, hér smá munur, front ekki sér hnútur, eins og í verkefninu hérna linked list. Þar frontmunið, þá það kallaður header, sem hreinlega sér hnútur sem búinn til. Hér front, bara bendir á fyrsta hnút og bakka bendir á síðasta hnút. Þannig að þegar við eyðum fyrsta hnútnum úr biðröðinni, þá mun front ekki benda, eða þá bendir fronta bara eitthvað svæði sem óskilgreint, ekki? En að því að remove all hjálpafall, nú komum við inn á þessu umræði aftur sem vorum með áðan, remove all hérna, hjálpafall sem prívat, þá verður ekki kallað á það utanfrá. Þannig að þó að við látum ekki front verða null eftir það, þá það allt í lagi. Því að biðröðin verður ekkert notuð eftir það. Nema við séum að kalla á remove all einhvers staðar annar staðar, og kannski rendum við því á eftir. Sjáum það. En allavega, það hérna, að fjarlægja sem sérhvern hnút hérna, hvernig ættum við að gera það? Við gætum gert það. Við gætum sem sagt rúllað okkur í gegnum alla biðröðina, búið til einhverja hjálpabendi, tengt framhjá og dílitað, eins og við höfum gert áður. En það eiginlega einfaldari leiðin núna hérna í þessu. Já, við verðum að passa okkur á því að við raunverulega dílitum sérhverjum hnút, Við megum ekki bara segja, ekki fikta bara í front og bakk og tína, vera með minnisleikar, En það sem ég að fiska ef við horfum á hérna interfaceið, eitthvað fall sem við getum notað hérna. Við getum notað remove, ekki? Í staðis að skrifa lógíkina þarna inni í remove all, þá getum við nýtt okkur remove fallið og sagt þá hér, á meðan, og þetta nákvæmlega sama held ég og við gerðum í staflanum, á meðan þetta ekki empty, á meðan byrjun ekki empty, þá bara fjarlægjum við. Af því að við vitum að remove fjarlægir hérna fremsta stak. Og á að sjá að tengja rétt eftir það, Að eftir að við köllum að remove, þá biðröðin að vera í góða ásökumulagi, þá er búið að dílita fremsta stakinu og búið að tengja framhjá. Þannig að við ættum þá kannski næst einmitt að útfæra já, við erum ekki búin að útfæra empty. Gerum það fyrst. Það nú einfalt. Og maður ekki svega, jú, fullt af sögum hérna, já. Svona. Ok. Hvað á þess að gera? Þannig að skila rétt trúið að fáls eftir hvort tómur eða listi ekki. Já, að skila trúið að fáls eftir hvort að biðröðin tóm eða ekki. Hvernig veit ég hvort að biðröðin tóm? Já, ef að raunverulega annar bendurinn null, það ekki? Því að ef að front null, þá veit ég að back null, það ekki? Þannig ég get sagt bara return, segjum bara front saman sem null. Ef að þetta true, þá hún tóm. Ég gæti nota back líka, þetta skiptir ekki máli. Gæti nota size líka, en þetta kannski svona einfaldasta og algengasta leiðin. Hérna remove fallið og það fall hver eru tengstin á milli remove falls í biðröð og pop í stafla? Þau bæði taka út hnút
nema þarna remove myndi taka, þú veist, framan í taka þarna, þegar stafli myndi taka það sem var sett inn nýjast. Já. En þarna byrjuður myndi taka, þú veist, elsta sem kom fyrst inn stafli. Já, sko í báðum til, sko remove tekur héðan frá front, en hvað gerir pop? Tekur það bara, nei, Tekur top. Hver er munurinn þá? LIFO versus FIFO eiginlega, það er svona breytt. Já, það er sko bara munurinn á eiginleikum þessara tveggja gagnaskipan, en hver er munurinn á þessum tveimur föllum? Pop í stafla og remove í biðröð. Engin. Þetta er sama fallið. Þetta er nákvæmlega sama fallið. Þannig að svona gerðum við þetta, ég ætla þess að ekki eyða miklum tíma í þetta þá því við fórum þetta út síðast. Við þurfum að sækja það sem er fremst. Ég get gert það svona. Sem sagt frontbendirinn bendir á fyrsta stakk. Get datafallið gefur mér það gildi sem er í fremsta stakkinu og ég ætla að geyma það í þessari result breytu hérna. Þannig að ég þarf að skila þessu í lokin. Svo gerðum við eitthvað svona. Node T bendi áttu við og köllum hann temp, var það ekki? Og gerðum svona. Sem sagt, nei, ekki svona. Front áttu þetta að vera. Jú, temp pointer er front áttu þetta að vera. Þetta vera svona. Sem sagt, við erum með temp-bendi núna sem bendir á það sem að front bendir á akkurat áður fyrir mig einhverja æfingar. Þá erum við með temporary bendi sem bendir á front. Svo tengjum við framhjá. Front er sama sem front, hvað? Get link. Þannig að þar með erum við búin að færa front bendir núna á það á raunverulega stakk númer 2, er það ekki, í biðröðinni, sem að gæti reynda að vera null, en það er allt í lagi. Þá bara er gildið hér null, þá væri front null. Og þá kemur reyndar eitt smá special case hérna. Hvað gæti gerst? Einmitt ef að þetta er orðin null núna, ef að front er orðin null núna, hvað þurfum við að passa okkur á þá? Já, hvað bendir bakka á þá? Já, en hvað ætti bakbenn þá? Á null. Þannig að það er smá special case hér, að ef að front er null eftir þessa breytingu, null, þá getum við sagt bara að back sé sama sem null. Eða back sem front, það er svo sem sama. Ok, þannig að við erum búin að tengja framhjá þarna, en við hefum ennþá þennan hérna temporary bendi. Til hvers vorum við að geyma hann? Til þess að geta eitt, akkurat. Þannig að þá delítum við, já, ég ætla að hafa svo, kalla hann frekar PMP hérna. Svona. Og eitthvað meir? Minka size, já. Er það gert hér? Já, erum við með size-breytu? Nei, við erum ekki með size-breytu. Athyglisvert. Ok, þannig að við getum ekki minka size. Já. Er það ómögulegt? Hvað myndi þetta fall gera? Já, það er bara að rúlla sig í gegnum telur. Þannig að þetta er bara önnur leið. Það er alveg hægt og ekki að því að vera með size-breytu hér, en það þýðir það að maður þarf að passa sig á réttum stöðum að inkrementa og dekrementa. Og allt er fína með það, þið gerir það til dæmis í verkefninu ykkar. En hér sýni ég bara aðra leið, sem er það að ef maður er ekki með þetta sem prívabreytu, þá verður maður bara þá getur maður samt sem áður útfætt svona size-fall sem rúlar sig bara í gegnum telur. Þannig að hérna erum við ekkert að minnka eitthvað size, heldur þurfum við að returna result að því.
Það er það sem átt að koma hér tilbaka. Þess vegna vorum við að geyma það hér. Og þetta fall er nákvæmlega eins og poppfallið í stakk nema að það er ekki svona tékk hérna. Vegna þess að staflið er ekki með bakbendi. Það er einu munur. Ok, hvað getur við útfært meira hérna sem er svona tiltölulega straight forward? Já, við geta gert það. Hvað á þetta að gera? Þú bæta þessu inn í. Jú, við erum að bæta hnút við aftast. Já. Það er bara aðeins. Og við þurfum þá að búa okkur til hnútinn, verða ekki? Þannig við þurfum að eiga okkur einhver svona nótbendi, svona stjörnu og hvað við ekki, new note hérna og búum hann til með því að kalla á smiðin í nót og hvað á hann að fá inn. Hann fær elem, já, og svo stendur hérna nótstjarna next. Þetta er það sem að hann á að benda á þessi nýji hnútur. Er það ekki bara null? Akkur er það null? Af því að þetta, við vitum það að þetta verður síðasti hnúturinn í biðröðinni. Þannig að þessi hlýtur að verða null. Þá erum við búin að búa til hnútinn, en hvað þurfum við að gera meira? Við þurfum að passa að þessi hlekkur í þeim hnút sem var síðastur, að hann bendi á nýjan hnútinn. Hvernig gerum við það? Back, set link, nót. Ekki bara svona. Back er núverandi síðasti hnútur. Þó við séum búin að búa til nýjan hnút, þá er hann ekki komin í biðröðina. Back er núverandi síðasti hnútur. Setjum hlekkin í honum sem þessi nýjum hnútur. Áður en við gerðum þetta, þá var sá hlekkur null einmitt, af því þetta var síðasti hnútur. Leið og við gerum þetta, þá er síðasti hnúturinn orðin new note. En þá er eitt eftir að setja back sama sem new note. Að back-bendirinn okkar bendi örugglega á síðasta hnútinn í listanum og það er akkurat hnúturinn sem við vorum að búa til. Coverar þetta allt? Munið það sem við þurfum alltaf að vera að hugsa hver er þessi special case í tengslu við tengda lista? Ef þetta er fyrsti hnúturinn, akkurat, ef að biðröðin er tóm, þá erum við ekkert að setja front hérna. Á new note. Jú. Getur... Eiga ekki bara að benda saman hnúta eftir fyrsta hnútur? Er það ekki bara? Sem sagt, ef að front er sama sem null eftir þetta, þá er það að segja að front sé sama sem new note. Er það að segja þetta? Eða back. Hvað er bakkar í náður? Sko, ef að þessi hér er null, í hvaða tilvikum getur það gerst? Já, þetta myndi ekki ganga.
við þurfum að vera með special case fyrir ofan eða ekki. Verðum við ekki að segja hér, ef að hún empty, þessi biðröð okkar, þá gerum við eitthvað hér, annars vitum við að hún ekki empty og gerum þetta og sleppum þessu. Spurningin það bara hvað við að gera hér. Hvað að gera hér? Já, sko, hér vorum við að búa til nýjan hnút, þar sem við réttum einhvern, það kallum að new node og hann bendir á eitthvað. Núna vitum við að þetta empty queue. Þá getum við bara sagt það ekki að front hérna sé nýr hnútur sem að vissulega geymi element en ákvaða á það að benda. Líka null, að því þetta tómt ekki. Þetta tóm biðröð, við setjum í nýjan hnút og bendirinn í nýjan hnútnum þar með bara null, já. Svo þurfum við að gera hvað, segirðu? Back, saman sem front. Jú, back var örugglega null líka. Ef við látum back benda á það sem að front bendir á, þá benda front og back á sama nýjan hnútinn. Já, hljómar eðlilegt. Svona. Ok. Já. Þetta átti að vera hvað? Nei, ekki hér. Sko, new node. Hér, rétt. Svona það ekki. Ekki bendirinn. Og ekki svona. Við erum að segja, við ætlum að fá nýja útgáfu af hnút sem háð þessu T og að því að new alltaf skilar bendi, það þess vegna sem við erum með bendi hér. Já. Ok, heyrðu, hérna, við tökum hérna pásu og athugum svo hvort við getum þýtt þetta sem við erum komið með hérna á eftir. Sem maður að koma í völd. Já. Já, ekki raunverulega þá erum bara það ekki að gera með það Fyrsta. 2. Það í verkefninu. Já. Ég myndi því að En spurningin sko að þú segir 1, 2, 3, 4 skiptir röðin alltaf máli. En ef þú myndir gera þetta fyrst, skiptir það eitthvað máli?
Nei, jú, af því þarf að vita það. Ég segi sko Já, Andrés er sverð. miðað við hvað ef þetta er bara trailer miðað við sem sagt þetta trailer Get Previous. Ok. Þá sé það ekki, jú. Margir sem eru skoða, já, lýsast á bennfalli á og ekki sér þetta, en ég þarf að lýsa það verðist verið eins og ef ég reyna að penda eða insert sem bara basically sami kóð þá fer ég bara át og þá skrifa bara næst. Gæti verið að í núnót fallinu ég ruglaðist til dæmis að því að fyrst kemur nótan á eftir og síðan kemur nótan á undan. Þannig að þú getur að setja það Mannstráttunum fyrir nót, getur bæja við báðar lekkinu sko, og makro. Þú kallar á það. Það er að sína kannski bara. Þetta er eina sem eða setja það á gett, það er kannski betra sko. Þá getur við setja það sem grífar restum þar. Saman. Og verða líka í loftbóð. Ég ger það fyrir. Ef það sendur upp á netinu á mæsum, það sendur bæti, það er bók. Er það í einhverju lýsi, eða þannig bara. Ég var að setja, ég setti spurningin á í þessa. Sko, listinu byrjast virka þannig. Bæ. Hún renni gegnum börnum, ég ekki að sjá neinn brot eða neitt neitt. Sér þetta mjög erfitt.
Jæja, þá skulum við, já, svona, þá skulum við halda áfram. Sko, hvert vorum við komið? Við vorum búin að eiginlega útfæra hérna einhvern hluta af þessu föllum. Skulum aðeins renna yfir þetta hvað er eftir. Það er þetta sem heitir add-all hérna. Það er size. Þetta get front var bara einfalt að skila bara front hérna. Og þetta var gefið hérna overloading á píla. Þannig kannski gerum bara hérna size, þannig að það getur nú ekki verið mjög flókið. Eins og tölum áðan vorum við ekki með neina prívat breytu sem heldur utan stærðina, heldur við ætlum að reikna þessa stærði hvers sinn sem að kalla á size. Það er auðvitað sko kostar alltaf að gera það, þannig að við þurfum alltaf að rúla okkur í gegnum listan, en tímaflækjan á þessu er línulegar það ekki, hún er háð fjöldastaki í listanum, þannig að þetta er ekki stórkostlegur kostnaður að gera þetta. Og að því við þurfum að telja, þá ætlum ég að vera með eitthvað hérna sem ég kalla bara counter og uppastillan sem 0. Síðan ætlum ég bara að vera með einhverja forlykju og hvar á ég að byrja? Ég ætla að nota svona einhvers konar ítrara. Byrja það sem frontbendir, eða ekki? Jú, byrja það sem frontbendir, en hvernig, hvað á ég að skrifa hérna? Já, taka það sem er fyrir neðan, já. Gæti til dæmis tekið þetta hér. Svona. Þetta er og uppastillan sem front, já. Ég þarf nefnilega ekki að segja get front vegna þess að þetta er meðlimafall sem hefur aðgang að prívabreytunni. Ég sagði þetta er saman sem front, þannig að þetta er uppastillingin, svo framalega sem hvað, meðan eitt er ekki saman sem 0, þá ætlum við að færa okkur. Getling, akkurat. Og síðan gætum við það ekki gert svona og hvað getum við gert hér? Counter plus og skilað counter í lokin. Þetta ætti að telja fjölda staka. Við byrjum í front, þess að front bendir á. Ef svo við til að front er 0 sem þýðir að byrjun er tóm, þá fyrir við aldrei í gegnum þessa forlekju og hættum strax og þá hefur countergildið 0. Og í bodyið á forlekjunni bara hækkar hennar counter. Það er reyndar önnur leið, sem veit ég hvort það er eitthvað smartari, sko. Það er að setja þetta increment á counternum hér. Svona. Það getur það sem hægt er að vera með í update fasanum eins og það heitir á forlekjunni. Það er fleiri en ein setning. En hvort að þetta er eitthvað læsilegra, ég veit ekki, hvað veist ykkur? Mér finnst eiginlega ekki læsilegra, sko. Af því að það er oft svona dálítið, maður er alltaf aðeins að hugsa akkur er ekki einhver setning inn í bodyinu á forlekjunni. En þetta er bara auðvitað smeksatriði, þetta hér er algjörlega valid. En ef þú verður með meira í forlekjunni, þá er þetta ekki. Já, ef við verðum að gera margar hluti, þá myndum maður ekki setja það allt í update hlutan, sko. Já, kannski ef maður að gera 2 hluti, kannski allt í lagi. Ok, þannig að þetta gerir size. Þá erum við kannski, við að sjá hvort við getum þýtt þetta yfir höfuð, við erum náttúrulega eftir að útfæra eitthvað þarna, en bodyið á þessum föllum er svo sem ekki að gera neitt og all hérna er ekki heldur að gera neitt. Þá eigum við vantar að geta þýtt þetta, eða ekki? Sjá. Jú, þetta þýttir sem sagt. Og það er náttúrulega, sko, við erum ekki búin að útfæra þennan copy constructor og við erum ekki búin að útfæra assignment virkjan, en hausinn á þessum föllum er til staðar þannig að þýðingin fer í gegn. Það mun hins vegar, já, bíðu nú við, hvað gerist í keislu núna? Enter a word, forritun, já, eitthvað skrítið gerist.
En hvað gátum við þó gert? Size of the first queue er 8. Já, er það ekki? Running of the copy constructor, remove from the first queue, hérna er hún að fjarlægja sérhvert staf úr hérna biðröðinni og contents of the first queue eftir remove er ekki neitt, það er að segja tókst að fjarlægja allt. Size of the first queue eftir remove er 0, en svo kemur contents of second queue er orðið eitthvað skrítið. Sjáum aðeins hvað við verið að gera hérna. Þetta er mjög svipað að vera að gera fyrir staflan okkar síðast. Við erum með hérna Q8 sem er biðröð af karakterum. Við sækjum hérna sérhvert staf hérna með sín get. Meðan er ekki njúlæn þá bætum við biðröðina. Skrifum síðan út hver er stærðin á henni. Þar fengum við 8. Búum til aðra biðröð hér sem að ætti þá að nota copy-konstruktorinn. En við verum ekki með neitt kóða þar inni. Svo fjarlægjum við frá fyrstu biðröðinni. Gerum það hér bara með því að kalla á remove-fallið. Skrifum út hvað er í queunni eftir það og þar fengum við bara ekki neitt, af því að tókst greinilega fjarlægja. Við skrifum líka hver er stærðin á biðröðinni og það kom út 0, þannig að það var allt í lagi. En svo þegar fórum að skrifa út hérna second queue, þá gerðist eitthvað hjá okkur. Og sjáum við hvernig erum við að skrifa út. Við erum að nota þennan hérna, virkja sem hefur verið yfirskrifaður. Þannig að við skoðum það. Þá kemur þessi Q2 kemur hérna inn, er það ekki? Þetta er Q2 sem er að koma inn. Og það stendur it er saman sem AQ get front. Ef við skoðum aftur, býtum við, sem að front vísar á, sko í fyrsta lagi, hvað gerði copy-konstruktorinn þegar þetta gerðist hér? Kíkjum á það. Copy-konstruktorinn, hvar eru við? Hér. Hvað gerir hann? Ekki neitt, nánast, hann skrifa bara eitthvað út og hann gerir ekki neitt einu sinni við front og bakkbendana. Þannig þeir hafa engin gildi. Þannig að þegar við förum að reyna að skrifa það út hérna, hér, þegar sækja front, þá fáum við bara eitthvað sem er óskilgreint. Það er þess vegna sem þetta krassar, sko. Er það ekki? Hann tekur nefnilega ekki, sko, þetta er mjög góð spurning, tekur hann ekki afrit af private breytunum, sem sagt hér, svarið er nei, af hverju ekki? Já, að því að við segjum við þýðandann, ég er hérna lýsunum yfir og ég er að útfæra hann, ég bara ger ekki neitt í útfærslunni. Ef að við hefðum ekki lýst honum yfir, þá hefði þýðandinn búið til hann sjálfur og kóðinn þar á baku hefði tekið afrit af front og bak. En að því að við hérna segjum, við erum raunverulega að segja við þýðandann, ekki þú útfæra þennan copy-konstruktor, við ætlum að gera það. Og þá verður hann bara að treysta því, en við útfærslan okkar er náttúrulega bara léleg. Þegar ég prenta út Q2 var ekki hér, en Q1 var allt í lagi því að við vorum búin að setja inn í sko, Q1 hér og fjarlægum það svo hér. Og þá kom hérna bara ekki neitt og stærðin væri 0. Það var allt í fína. Já, byggðum við inn í Ostream. Þessi hér, þarna fáum við bara 0 tilbaka og þar með fer hann aldrei gegnum þessa líkju. Já. Ok, þannig að við þurfum, það er ljóst að við þurfum að útfæra þennan copy-konstruktor okkar hérna. Ok, þá munið hérna afritatökusmiðurinn sem við útfærum fyrir stafla, hann var dálítið flókinn.
ástæðan fyrir því að hann var dálítið flókinn var sú að við þurftum að rúlla okkur nefnilega niður listan og búa til nýja nóður fyrir þennan nýja stafla sem vorum að búa til og sjáum að tengingin hérna, að hlekkirnir væru réttir. Og það var líka vegna þess að sko, við áttum, þegar stafli að setja eitthvað inn, þá notar hann push og setur alltaf hérna fremst. Við gátum þar með ekki rúllað okkur niður staflan og gert bara push inn í nýja staflan okkar. Þannig að það hefði alltaf komið fremst í nýja staflan. En við sko hugsum þetta sjá. Spurning hvort ég ekki einhverja mynd hérna. Sko, ef við hugsum þetta til dæmis eins og sem stafla, ímyndum okkur bara hérna að þetta sé toppendurinn hér í staðinn fyrir head, þetta er topp. Og þetta eru það sem er á staflanum, það sé að þetta hér er það sem fór inn síðast og þetta er þá jafnframt það sem að fer fyrst út, er það ekki, að þetta er last in first out. Og það sem að hérna copy-konstruktorinn gerði í staflanum, hann byrjaði hér fremst, bjó til nýja hnút, setti gögnin inn í það og bjó raunverulega til topphnútin fyrst, fór svo hingað og bjó til þennan hnút, afritaði gögnin og lét toppendin benda á það. Þess að við þurftum eiginlega að skrifa alla þessa virkni og þess vegna varð copy-konstruktorinn dálítið flókinn. Og það sem ég var að reyna að segja áðan var það að við gátum ekki nota push-fallið inn í copy-konstruktornum vegna þess að það sem hefði gerst þá er að þegar við varum búin að setja þennan fyrsta á staflan og fært okkur niður og ætla að setja þennan á nýja staflan og gert push, þá hefði sá komið fremstur. Skiljið þið vandamálið? Við áttum bara ekki aðgerð í staflanum sem við gátum notað í copy-konstruktornum. Við áttum ekki eitthvað svona append. En við erum eins og svo heppin í biðröð að við eigum aðgerð sem við getum notað hérna. Hvaða aðgerð er það? Add. Af því add setur aftast meðan að push setti fremst. Þannig að það sem við þurfum að gera hér er, sko þetta er smiður. Og hvað er það almennt sem við þurfum að gera í smið? Uppastilla eða útluta minni. Hvað gerir þessi smiður? Hann kallar á init sem að gerði hvað? Setti front og back sem null. Er það ekki bara það sem við þurfum að gera hér líka? Að fyrir þennan nýja staflokkar sem við erum að fara að búa til, að við erum að fá biðröð. Þetta er biðröðin sem kemur inn, þetta er biðröðin sem við ætlum að afrita raunverulega, er það ekki? En þetta, við erum inni í falli fyrir biðröðina sem er okkar biðröð sem við erum að fara að búa til. Og þess vegna köllum við init hér til þess að búa til front og back. Og raunverulega það sem gerist þá er bara front að setja sem null og back að setja sem null. Jú, ég reyndi að fara í þetta líka hér, en það er setjum tíma mál, ok, ég ætla að setja hér. Þannig að við setjum front og back sem null og núna þurfum við bara að rúlla okkur í gegnum þessa queue sem er að koma inn og gera add fyrir sérhvert stag sem er þar. Þannig að getum við ekki bara, þá komum við reyndar að þessu hér, að hér er nefnilega fall sem heitir add all. Sem að ég greinilega er að ætla að nota á fleiri en einum stað, annars hefði ég ekki búið til líklega sérstakt fall þarna. Þannig að það sem ég ætla að gera hér er að ég ætla bara að kalla á add all og segja bættu við
öllum hnútum úr þessari queue sem að koma inn í mig, það ekki, inn í sem sagt núverandi biðröð. Fyrst ger ég init sem setur bendan eins og null og segir svo, heyrðu, addað öllu. Og ástæðan fyrir ég vil gera þetta svona að ég ætla einmitt að gera þetta í assignment operatornum líka. En þá kemur reyndar smá vandamála því að og við erum að sjá assignment operatornum í fyrsta sinn núna í þessu námskeiði að það er ekki svo einfalt að copy constructor, afleitatökusmiður og gildisveitingavirkin séu eins. Þeir eru líkir en þeir eru ekki eins. Og einn munur sá að ef við fyrir aðeins í main forritið að þetta eftirfarandi hér er leyfilegt í assignment operator. Hvað þýðir þetta eiginlega? Já, þetta má segja það, þetta er eiginlega tímasóun, vegna þess að eftir þessa setningu þá hefur ekkert breyst. Ég er bara að segja, láttu allt sem er í Q1-um fara í Q1. Nei, akkurat ekki nefnilega, vegna þess að þegar maður segir assignment svona, þá er Q1 þegar til. Þannig þetta er ekki smiðskall, sko. Það er ekki verið að konstrukta nýjan hlut, það er bara verið að segja, það sem er hægra megin, sem er til, láttu það inn í það sem er vinstra megin, en það sem er vinstra megin er líka til. Og þetta er alveg fullkomlega leyfileg setning. Og til þess að einmitt að koma í veg fyrir að eitthvað sé gert þegar að notandinn gerir þetta, sem er svona frekar ólíklegt að notandinn gerir þetta, en þetta getur bara verið mistök óvart, þá þarf maður í assignment operator að vera með skilyrði sem segir ef að hérna this-bendirinn, hvað er this-bendirinn? Já, það er objekti sjálft. Objekti fall sem áfallið, það er akkurat objekti sem við erum í þessu tilviki, það er objekti sem er vinstra megin núna hjá okkur. Ef að this-bendirinn er ekki sama sem adressan á AQ, það byrjum svona, ef hún er sama sem AQ hérna, þá er þetta sami hlutur. Þá er það sem er að koma inn hér og það sem er vinstra megin við gildisveitingavirkjan, þá er það sama. Af því að this er bendimuniði og nú get ég tekið með því að gera address operatorinn á þessa AQ hérna, þá fæ ég adressun á því. Þannig ef þetta er það sama, þá er þetta sama objektið. Þannig ég get sagt, ef þetta er ekki það sama, þá ætla ég að gera eitthvað. Og þetta eitthvað sem ég ætla að gera er einmitt að þá ætla ég að uppastilla hlutin sem er vinstra megin við gildisveitinguna og ég ætla að bæta öllum stökum við. Ef þetta er hins vegar það sama, þá ætla ég ekki að gera neitt. Og þá bara það virkar allt saman, en þá erum við bara ekki að gera neitt óþarfa. En gætur ekki kalla á konfliktstöðu? Nei, getur það ekki. Vegna þess að objekti sem með í höndunum er þegar til. Þú vilt ekki búa það til sko, með einhverju copy constructor kalli. This er bara bendir á núverandi objekt. En það er eitt í viðbót sem þarf að gera hér. Hvað er það? Munið að það sem er vinstra megin við gildisveitingavirkjan, það er þegar til. Já, það er að eyða því. Það er að eyða því sem þegar búið að úthluta fyrir það. Hvernig gerir ég það? Remove all, já. Það er akkurat fallið sem að rúlar í gegnum allar nóðuna sem búið að úthluta, hendur inn burtu. Eftir það, þá uppastillum við front og back og eftir það bætum við öllum hnútunum sem kom úr þessu AQ við þetta objekt okkar. Og þá sjáum við munin, þetta er mjög líkt hérna, copy constructorinn. Hérna munin, sko, þetta er lógist hérna ekki, þá ekkert að kalla á remove all hér,
Vegna þess að það er ekki til, við erum að smíða objekti frá grunni hérna í copy-konstruktor. Það er ekki til neitt í objektinu þegar. Í assignment-virkjanum er eitthvað til og þess vegna hendum við því út, en í báðum tilvikum þurfum við að initializa og bæta við. En við gætum svo sem búið til enn eitt fallið sem að tekur, þú veist, gerir þetta tvennt hérna saman, fyrst að við erum að gera það hér, sko. Það væri kannski aðeins smartara, en þetta er nú ekki mikil svo sem duplication hérna. Og Ánöld, er það búið að gerast? Það gerir remove og remove ef að front er null og back er null. Jú, það er líklega rétt. Við getum bara að prófa þetta á eftir. Kannski er þetta óþarfi. Kannski þurfum við ekki að kalla á init sem sagt eftir remove all. Hérna, er það ekki? Við þurfum það hér, en við þurfum það kannski ekki hér. Prófa það eftir. Ok, þá er það ekki bara eina sem er eftir. Það er að útfæra þetta add all fall. Hvar var það? Hér. Þetta á sem sagt að rúlla sig í gegnum þessa biðru sem er að koma inn og búa til nýja hnúta fyrir núverandi biðröð sem innihalda stökin úr biðröðinu sem er að koma inn. Ok, við þurfum einhvern svona ídræðara, best að bara kópera þennan hérna sem við áttum áðan. Það er ekki bara þessi hér. Sjá. Það er að segja, við byrjum með iter samansem hvað? AQ get, nei, þetta er ekki bendi núna eða hvað? Nei, þetta er bara svona, ekki? Get front. Við gefum með fyrsta hnútin í AQ, á meðan er iter ekki sem þessu null, já, þá held ég áfram og ég færi með svona, ekki? Þetta allavega ætti að rúlla sig í gegn. Hvað er það sem við ætlum að gera þá hér í sérhverju skrefi? Þurfum sérst að búa til nýja hnúta og bæta þeim aftast í okkar biðröð. Já, notum bara fallið sem er til, það heitir add. Já. Við addum bara iter get data, já. En í hérna overloadinu, þá removaður áður kallar á alla. Ég removaði sem sagt hér, þá var ég að remova úr hvaða objekti? Ef við hugsaum hérna aftur, við erum að vinna með þessi tvö objekti hérna. Því ég sagði remove all, úr hverju var ég að remova? Q1. Remove Q1, segir svo init fyrir Q1, segir svo add all fyrir Q1 og tekin Q2. Rúlla í gegnum Q2 hér, sjáu þið, þetta er núna Q2 hérna, og segi, hefðu addað í Q1, því sem er í gagnasvæðinu í sérhverjum hnúti í hérna Q2. Og við vitum það, því við skrifuðum add áðan, að það er það sem að setur hérna back, munið, setur hnútin aftast. Þannig að þarna sjáum við mun, hvað var mikið einfaldara fyrir okkur að búa til copy-konstruktor og assignment-operator fyrir biðröð, heldur stafla, að því við áttum þegar fall sem að setja þetta á réttan stað fyrir okkur. Meðan í staflanum gátum við ekki að nota push-aðgerðina, heldur þurftum að skrifa þetta sjálf. Ok, spurningi núna, þýðist þetta og keyrist, það þýðist já, og keyrist. Já, við nú við.
Hérna kemur running the copy constructor og remove from the first queue, það forritun, já. Contents of the first queue eftir remove, það ekkert. Size of the first queue eftir remove 0. Contents of the second queue núna forritun. Hvaðan kemur það? Það vegna þess að við gerðum hérna copy construction, það ekki? Og skrifuðum svo út Q2 eftir að við hendum öllu út úr Q1. Þá sjáum við það að okkar copy virkaði raunverulega. Við vorum ekki að kópíera benda þarna, við vorum raunverulega að taka copy af gögnum. Það ekki? Hvað gerði svo? Running the assignment operator. Contents of the first queue eftir assignment forritun. Við gerðum hérna assignment. Contents of the first queue eftir assignment Q1. Sem munið að Q1 var tómur, við vorum búin að henda öllur Q1-um. Og svo gerum við hér aftur Q1 sem Q2, þannig að við erum komið gögn inn í Q1. Svo kemur remove from second queue forritun, and contents of the first queue forritun. Þess að núna hendum við öll úr Q2 sem við notum áðan til að gera assignment, en skrifum svo út Q1 og þá eitthvað í Q1 og þá erum við eiginlega búin að sannreyna það að assignment operatorn virkar líka sko. Þannig við hendum öll úr Q2 en skrifum það sem út í Q1. Þannig að þetta virðist vera allt í fínasta lagi, en það bara eitt atriði sem að ég ætla að fara yfir í viðbót og það nefnilega kommentarað út hérna. Og það það að almennt séð þá á assignment virki að geta virkað svona, sjáum við. Að við séð þetta áður. Ok, skýrum aðeins hvað átt við hérna. Sko. Svona. Stækkum með það. Ok, sko, þetta almennt hægt í C++ að vera með svona einhvers konar multiple assignment og merkingin í þessu svo að maður geri að þetta virkir sem sagt svona. Ég segi Q2 saman sem Q1 sem þýðir það ég að assigna öllu því sem í Q1 yfir í Q2 og assigna síðan niðurstöðuna því yfir í Q3. Þetta ekkert ósvipað því, munið, og þegar við gerum svona. Hvað, hérna, prufa eða eitthvað, já, þetta á að vera svona, prufa, svona, test. Það sem að virkun þá reyndar svona. Þetta gert og hverju var skilað úr þessu? Straumnum aftur. Það munið, þetta ástæðan fyrir því að við erum með hérna við skilum reference og stream hér. Þetta ástæðan vegna þess að þetta mun þá skila straumnum tilbaka til þess að við getum notað hann strax aftur og pípað næsta inn. Hugmyndin hér sem sagt aðeins öðruvísi, hún nánast sama hugmynd nema syntaxin aðeins öðruvísi, sjáum við. Hérna verið að segja, látum Q2 fá gildið úr Q1 og látum svo Q3 fá gildið úr Q2. En til þess að geta gert það, hverju þarf þá assignment operatorinn að skila? Þegar núna skilar hann hverju? Nú skilar hann void. Það gengur ekki ef við ætlum að leyfa þetta, vegna þess að það sem kæmi þá út hérna void. Jú, hann þarf að skila, sko að því að við hugsaum þetta hérna, sko
þetta hér þarf að vera Q, er það ekki, sem kemur út úr þessu. Til þess að gera þess að Q3 saman sem eitthvað, þá þarf þetta sem innan sviðans hérna að vera einmitt Q. Þannig að á sama hátt og þessi að skila reference á O-stream, þá verður þessi hér, okkar assignment operator, að skila reference á Q. Þannig að þetta þarf að vera Q, T, reference. Þetta það sem að skila tilbaka. Og þá verðum við að hafa það í haustum líka, hérna í háskáni. Það hérna, svona, og þá hins vegar erum við ekki að skila neinu hérna, núna. Hvað það sem við þurfum að rítana hér þá? This, en það ekki alveg nákvæmt. This bendir. This bendir sem bendir á núverandi object. Stjarna, dereferencing. Af því að stjarna this objecti sjálf, er það ekki? Og við erum að skila náttúrulega reference á það tilbaka hérna. Þannig að svona ætti assignment operator almennt að vera útfærður að hann sé að skila einmitt reference á objecti sjálf tilbaka. Til þess að það sé hægt að gera það vegna þess að C++ leyfir þennan syntax, þá maður búinn að covera sig. Þetta ætti að ganga núna. Hvað erum við að gera? Við erum að segja Q2 sem að við vorum búin að fjarlægja úr hérna, já. Það færi gildið Q úr Q1 og svo segjum við Q3 færi gildið úr Q2 mögulega. Þannig að við ættum að fá eitthvað inn í Q3 hér. Prófum það. Það þýðist, já. Gagnaskipan núna. Contest of third Q, gagnaskipan. Size of third Q 11. Svo kemur hérna þrisvar running the destructor. Af hverju? Við erum komið 3 byrjaðir einmitt, Q1, Q2 og Q3. Og ef við myndum prófa að renna þessu, já, við ættum nú kannski að prófa það. Það væri dálítið leiðilegt ef það væri einhverjum minnisvilla í þessu. En þá erum við bara að finna hana. Sko, það sem við getum þá gert að við, hvað Dr. Memory hérna. Við finnum þetta forrit sem í fyrirlestrar Q, bin, debug. Hérna executable skráin. Ég dreg hana í Dr. Memory. Dr. Memory keyrir það, gagnaskipan. Svo. Allt fínt, það ekki? Það eitthvað hérna sem kemur one potential error, ég veit ekki hvað það. Ég má ekki sjá hvað það Ég meina, ég horfi nú bara á þetta hérna, sko. Það bara 0 bytes of leaks og 0 total unaddressable access og svo framvegis. Þannig að allt virðist verið fína. Þetta ætti sem að sleppa í gegnum Mushak ef við værum með verkefni í þessu núna. Ok, þannig að hvað erum við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að útfæra þessa biðröð og leið tala þessa heilugu þrenningu þarna, eyði, afriðatökusmið og assignment eða gildisveitingavirkja. Og þetta það sem við þurfum að muna að ef við þurfum á annað borð að útfæra einhvern af þeim, þá þurfum við að útfæra alla af þeim. Og munið að það ekki ástæða til að útfæra neina af þessum virkjum, nema að við séum að úthluta minni á kviklegan máta í okkar hugræna gagnatæki. Það ekki? Einhverjar spurningar? Allt á hreinu. Ok, takk fyrir það.